Við erum stödd hérna hjá Pétri Hannesi Ólafssyni, frumkvöðul og uppfinningamanni í Hong Kong. Hann rekur fyrirtæki On and Off og búinn að starfrækja það hérna í þónokkuð mörg ár. Við ætlum aðeins að fá vitneskju hjá honum hvernig hann nálgast vöruþróun, hvernig hann fer með frá hugmyndastiginu yfir í að þróa vöru yfir í markaðshafa hlut. Pétur, þú nú komum með dálítið vörusafn. Hver svona fyrsta varan sem þú fórst að kljást við? Fyrsta varan sem við byrjuðum á var rauninni vara sem var hönnuð af íslensku hönnuði á íslenska hönnunarhúsi Regioni, sem var kapalaust, sem var mjög einföld, kallað magnít, sem var settur á skyrtuna hér og vindur upp kaplinum, svo þú hefur kaplan alltaf í réttu lengd. Þú getur hlusta og þú getur sleppt heyrnartólunum og dettur ekki niður í jörðina. Og sem kemst heim, og það setur þú bara á ísskápinn hér og tilbúin næsta dag. Frábær vara upp að þetta svona einu af þessu vöru sem maður verður eiginlega addiktív á. Þessi vara sem er með mikið af lausnum en mjög mikið einfaldleiki. Og öðru lagi það berðan á besta stað á líkamann, svo að þetta mjög visual vara sem gera verkum að þú getur verið að setja mikið svona branding á það. Þessi skiptir ekki hvort þetta fánar eða Coca-Cola eða Nike. Svo þetta svona með mismunandi víddir. Og þessi vara mörgu leyti sem fyrsta vara hjá okkur, því að við framleiddum þessum vöru fyrir það og sem tókum við yfir vöruna fyrir þeir hættu rekstri, þá tókum við yfir vöruna yfir. Að þessi vara svona típiska on and off vara mörgu leyti. Vara sem einföld en hönnuð þannig að add eitthvað value fyrir því sem enda neytenda. Þessi vara kannski upphaf af þeim vörum sem komu svo í kjölfarið? Algjörlega. Þetta var svona vara sem við byrjuðum á en við færðum okkur mjög fljótlega í aðra vörur og héldum áfram að þróa þessa vöru. Og einföld vara eins og þessi þá leggjum við metnað til dæmis í það að þú notar 2 segla, að við notum svona járnkapsúl kringum seglana, svo það einangrar segulsviðið, svo það sterkast milli hvers annars, svo við erum að aða miklu meira value inn í vöruna en það hefur venjulega séð. Að þar leyti hefur við þróa vöruna frá því hvað sem hún var í upphafi og líka þróa vöruna í svona pakningar á vörunni, svo hún skiljist betur til enda neytenda. Svo þegar jafnvel þótt þetta var fyrsta vara okkar, þá voru ennþá að þróa vöruna, gera hana betri. Og hún hefur verið svona kannski bara fyrsta varan sem færði við okkur yfir það að gera headset eða heyrnartól. Og núna byrjum við fyrst í heyrnartólum sem fór inn í eyrað og núna tókum við eina þróunarsvinga af því og nú erum við komið með önnur heyrnartól sem eru meira kannski afmörkuð í markaðnum. Þessi að við erum að horfa í heyrnartól fyrir krakka. Og heyrnartólum fyrir krakka sem við erum að gera núna hér eru gerð þannig að þeir eru mjög svona durable. Þetta misnotaði eins og þú vilt og þeir halda forminu og þeir munu, eins og segja að þeir munu lifa af alls konar notkun. Þeir eru þægileg fyrir krakka, þetta krakkastærð og það einn kapall sem kemur út úr því, svo það minni líkur að það verði einhver svona flækjuhætta á því. Og það sem algjörlega uník með þetta það að við hefum með svo kallað buddy cable. Buddy cable leyfir krakkunum að deila tónlistinni. Svo þú getur haft upp að 4 heyrnartólum tengt í sama tæki. Sem gera það verkum, til dæmis með
eina tölvu eða einn iPad með þér og með 2 krakka í bílsætinu. Þú getur bæði verið að hlusta á sama tabletið í einu. Eða þú getur verið í flugvél með barninu og getur tengst inn í þennan hugarheim sem þau eru að horfa á spjaldtölvunni sinni. Hvernig það afmarkar þegar þú ert að byrja með vöru á hugmyndastígi, afmarkar þið þá út frá svona markaðslegri sillu eða markaðshluta, aldurshópi, tekjuhópi eða eitthvað þess aftur? Já, algjörlega. Þetta tók mér smá tíma að komast á það stig að gera það almennilega. Þetta er mikið sem maður byrjar í hvaðrekstri sem þetta er svona trial and error. Þú reynir margt, stund virkar og það sem er svona kannski mín lærdómskúrfa hefur verið að finna lausnir sem er svona fitta fyrir ákveðinn hóp. Alltaf þegar maður tekur nýja vöru og að hugsa endanotendan og hvað value endanotendin fær. Og sér getur unnið þig tilbaka með alla skapaða hluti. En það er endaðu deg, þá er það endanotendin sem gerir vöruna successful eða failure. Reynir þá frumgerðir af vöru á hópnum sem þú ætlar að ná til eða Já, við gerum það. Hvernig ferðu að nálgast það dæmi? Það er ákveðin kenningar sem hefur verið í tísku núna kallað Lean Startup. Og Lean Startup gengur út af það að þú pröfar þér áfram með alla skapaða hluti og þá þú finnur rétta kombinationi fyrir á viniðinum, vandamönnum og svo framvegis. En raunheimurinn í svona ofta tækjum er það að þú getur illmögulega gert það sama. Ef þú gerir eitthvað veitingastað og þú verður að finna uppskrift af kökunni þinni, já, getur gert það þannig að bara bakar fullt af kökum og svo finnur út hvað kaka virkar best á hópinn í heildina og farið bara svona eitthvað statistical svona result af það. En ofta með vöruþróun þá er kannski ekki hægt að gera öll sambúlin sem þú vilt gera. Þetta er svona combination af því að prófa þig áfram og líka að kannski horfa og trúa sjálfa þig hvað þér finnst að virki. Og því í enda dags þá þarf það að svara fyrir sjálfa þér. Var þetta rétti hlutur sem ég gerði þannig eða ekki? Og svo að fyrir mína parta þá er ég svona bil beggja. Ég fæ hugmyndina, ég sýn hugmyndina til vina vandamanna, fæ eitthvað svona feedback á það, en mikið oft svona að maður passa sér líka þegar maður er að fá feedback frá fólki út af því að fólk hefur kannski ekki endilega skoðun á hlutunum fyrir en þú spyrðu hvort það hefur skoðun á hlutunum. Og þá er spurningin, er þetta virkilega skoðun á því eða er þú að neyða því að mynda sér eitthvað skoðun ákveðin sem rauninni sem skiptir engu máli? Það er það sem maður þarf alltaf að hugsa líka. Svo það er best að gera að maður tala við fólk og maður fær feedbacki frá því. En lykilhluturinn er það að taka hluta af þessu með fyrirvara. Og fyrirvarinn er sá að þú nærð svona kannski kjarna málsins og sem blandar maður því að þú verður að samkvæma með sjálfur þér. Þú verður að líða vel með það sem þú ert að gera. Þú getur ekki endilega hlustað á aðra. Eins og Steve Jobs sagði, hann sagði bara hreint beint út að neytendur vissi ekki hvað þau vildu og þar hlustaði ekki neitt á. En ég er ekki svo hrókafullur með þetta en ég sem segir svona að maður verður að samkvæma með sjálfur sér og trúa því sem maður vill gera sjálf. Nú heyrnartólin eins og þú nefndir svona úthugsuð fyrir ákveðin hóp barna. Er ykkur fleiri svona hugmyndir að bak við þá vöru en það að krakkar geta hlustað saman og þau fara sér ekki á skaða?
Já, einmitt. Sko, fyrsta lagi sem við horfum í það að varan að hún leysir það vandamál að flestir MP3 spilarar og tölvur og tablets að spila hljóm út á heyrnartólunum upp 105 decibel. Og 105 decibel alltaf hátt fyrir börn og allur skaði sem gerist í eyrunum varanlegur. Það ekki eins og þú verður fyrir skaða og svo brýtur löppina á þér og svo bara lagast það með tíman og þú spilar fótbolta eftir 3 mánuði. Það virkar bara ekki þannig. Og þess vegna það mjög mikilvægt að fólk hugsa heyrnina á börnum. Sérstaklega það sem áður fyrir kannski þegar ég var ungur. Það var eitthvað sem maður geta að spila svona tónlist beint í eyruna sjálfum sér. Það var eitthvað það var svona ungfriskhljóð og maður hlustaði bara plötu og eitthvað þannig en það var ekki þetta sem ég get stjórna sjálf. Því krakkar hafa svolítið tendency að alltaf setja á maximum volume. Svo það einn hlutur. Deilingin af experience hjá krökkunum að þið geti deilt með sér einni vöru og deilt milli sín annað. Þriðji þátturinn það að gera vöru sem þeir geta settum í vöruna að þeir geta sett ákveðin stikkera á vöruna og gert tileinka vöruna sjálfum sér. Við horfum til dæmis að með hvaða vöru sem þú færð og hvaða hugmynd þú færð af vörunni að skipta ekki mál hversu varan góð þegar þú nærðu að útskýra fyrir fólki hvernig varan Þú þarf að geta útskýrt fyrir fólki vöruna í búðinni á 3 sekúndum. Svo að pakningin alveg super important fyrir hvaða vöru sem kemur á markað. Þess vegna höfum við einnig góðum tíma að gera pakningar sem tileinka bæði fyrir kannski þessi klassísku sterk og strákaliti en sem að gera og sýni alltaf vöruna og útskýra vöruna. Við höfum 4 tungumálum sem gera verkum að við getum selt sem víðast. Við vinnum með verksmiðju sem með hæstu gæðastimpil ethical og social réttindi í verksmiðjunni. Svo þegar við erum að fara á fundi með Toys R Us þá að segja við erum með verksmiðju hérna sem algjörlega solid. Svo þetta ekki bara einn vara og 100 vörur. Þetta svona sem við segja nú, svona 360 vöruþróun. Þú þarft að hugsa alla þættina í einu. Þú nefnir svona samfélagsleg sjónarmið. Þau spila rullu í því sem þú ert að fást við? Já, auðvitað gera þetta. Það mikið maður heyrir mikið gagnrýni af Kína að mannréttindi sé ekki virt, verksmiðjunni sé þessi child labor og svo framvegis. Það í víða pottur brotin, en í því verksmiðjum sem við notum þá gerum við allt sem við hugsanlega getum til þess að sjá til þess að þessar verksmiðjur ekki þannig. Og þetta kemur líka niður af því að með ungt fyrirtæki að þá erum við ekki að vinna með einhverjum voðalega mörgum verksmiðjum. Því að það eitt sem ég hef lært á að til dæmis verð drepur ekki, gæði drepa þig. Svo að gæðin kemur niður á það að varan sé solid og líka að framleiðslu aðilinn sem vart með sé solid. Svo þetta er eitthvað sem þú þarft að ganga frá og vera fullviss Og þess vegna fer ég inn á mína eigin verksmiðju og ég fer inn á gólfið á verksmiðjunni og ég sé verksmiðjunni, ég sé hvernig vinna. Við fáum audit á verksmiðjunnar og svo þessar verksmiðjur sem við erum að nota tip-top. Nú hérna eins og fram hefur komið þá þurfa ansi margir hlutir að ganga upp í einni vöru. Vöruþróunarferlið væntanlega svona þrepskipt einhverju leyti og næstilegt að fara í gegnum þessi þrepskipti væntanlega til þess að minnka áhættu. Hvað svona
að þínum mati svona erfiðasti hjallinn í því að þróa vöru frá hugmyndinni yfir í markaðsæðu? Stór spurning. Látum við sjá. Ég myndi segja að fyrsta lagi tímalega. Allt sem þú áætlaðir þrefaldaði. Og hugsaði líka það að eitt sem ég lærði og lærði af með tímanum það að ég spái mjög lítið í verði á vörunni fyrir en ég verður komið vöruna rétta. Það sé að framleiðslukostnaði á vörunni. Að ég læt framleiðslukostnaði ekki drífa vöruna, heldur læt ég gæði vöruna drífa vöruna áfram. Síðan þegar ég komin að þann punkt að varan orðin það sem hún á að vera, þá hugsa ég lítið til framleiðslukostnaðar. Og annað sem kemur inn að því að eins og all hönni það að maður að passa sig að líka hvenær ertu komin að það stig að þú getur farið með vöruna markað. En staðið að festast ekki í því að reyna að bæta vöruna endalaust en aldrei fara með hana markað. Það annað. Eitthvað annað sem maður myndi að hugsa líka svona flækjustig vörunar. Hvað ertu að setja saman? Ertu að setja plast? Ertu að setja electronics? Hvað reynslu hefur og þekkingu hefur í electronics í að koma vörunni áfram? Því að þetta skapar flækjustigs, bæði í því hvernig þú hannar vöruna, hvernig hún virkar, hvernig gæðastiflu þú færð, hvað leyfi þú færð til þess að þróa vöruna eins og CE mark og svo framvegis. Svo að hjá okkur byrjuðum við að þróa vöru sem voru fremur einfaldar, vöru sem var mjög lítið risk í það sem við töldum lítið risk í að festast í ykkur flækjustigi. Öðru leyti það að við þróum vöru sem við getum stjórna gæðunum. Þriðja lagi horfðum við líka í að líftími varana sem við byrjuðum á var nógu langur. Það er að segja eins og símamarkaðurinn, iPhone breytist að 2 ára fresti. Hvar í líftímanum ertu með þessa vöru eða þú ert að gera hana vöru fyrir iPhone? Hvar iPhone-in í líftíma sínum? Hvenær þarf það að vera að koma vöruna á markað til að hitta það að þú náir að selja hana fyrir þá vöru sem hún áætluð til. Svo þetta allt þættir sem maður þarf að hugsa. Þú nefndir áðan að með heyrnartólin spjaldtölvur. Þú hefur líka verið að þróa lausnir í textu við spjaldtölvur. Já, segðu okkur aðeins frá því. Já, spjaldtölvur markað sem búin að vaxa gríðarlega og mun halda áfram að vaxa gríðarlega. Við byrjum á einfaldri vöru sem var svona docking station, sem var einstaklega með docking station okkar, að hún fitta hvaða spjaldtölvu sem Það sé að þú gast tekið hana kabalinn sem þú notar til þess að hlaða og synka vöruna og þú getur innstæði beint inn í docking stationinni. Svo þú gast haft með eina vöru sem virkar fyrir Samsung, iPad, Kindle og Nexus sem engin annar var að gera. Öðru kosti var áttu möguleika líka að taka side-fittingsi og breyta því eftir hvað breytt á spjaldtölvunum þú hefur. Það sem gera verkum líka það að þú getur sett spjaldtölvuna beint inni og þú getur með kickstand á bakið sem getur ákveðið vinstri-anguli á spjaldtölvunni. Þú getur haft spjaldtölvuna svona, svona eða í vertical position. Sem gerir verkum að þú ert með en í alltaf réttum angli sem þú ert að vinna með. Þetta er frábært þegar þú ert að vinna tölvu og með spjaldtölvuna hliðina þá er þetta alveg frábært. Líka ertu með byggt inn við stæluspenna sem þú getur unnið á spjaldtölvunni og svo þú ert með eina vöru
Og líka það sem að þannig kemur inn á það sem ég var að segja áður, það sem að við höfum gert þessa vöru algjörlega universal, þá lengist líftími vörunar. Svo þetta er ekki bara gert fyrir iPad 2 eða eitthvað álíka. Þetta er gert fyrir alla iPad sem eru að koma út og það skiptir ekki máli eftir 1-2 ár. Við ættum að vera nokkuð safe með þessa vöru og mótningarsnæði að þessari vöru. Þetta er það sem við erum að gera sem er svona einfaldari vara og það er svo vara sem kannski við höfum verið að eyða mestum tíma í núna og er svona sem að okkar svona hero item er það að við erum að gera cover sem er með innbyggðum hátalara fyrir spjaldtölvur og við kallum það sound cover. Það gerir verkum að spjaldtölvur eru alveg frábært tæki. Þeir að verða betri skjáupplausn, þeir að betri minni inn í þeim, það er að verða þynnri, lengri batterílíftími. En það sem þeir ná aldrei að bæta er hljóð. Það er bara út af hljóð byggist af því að hreyfir loft. Og ef það hreyfir loft þá þarf það að hafa meira rými. Og spjaldtölvur ná því ekki. Og það er kannski kritiska punktur með það, er það að spjaldtölvur eru gerðar fyrir fólk að nota spjaldtölvur að þrennu leyti. Hlusta tónlist, horfa á kvikmyndir eða spila leiki sem er allt svona sound enhanced fabrication. Svo þessi vara er mjög einföld, mjög svona við erum ennþá að þróa kannski svona útliti á henni. En hún byggst af því að við getum opnað hátalarann, sett hann á borð, hann connectar automatist við spjaldtölvuna, gerir Bluetooth og strax að það komið connectiona á vöruna að þá getur þið bara að byrja að spila. Þessi vara í hljómgæðum er að taka vörur eins og til dæmis fræga vörur eins og Jambox sem var hátalarinn fyrir Bluetooth hátalari sem hefur selst gríðarlega vel og mjög vinsæll. Við erum að ná mjög betra soundi heldur en þeir. Við erum með hærri og með meiri bassa. Við erum með lengri líftíma. Og það sem er kannski besta við þetta er það að þegar þú ferðast með prósess þá er það ein vara sem fellur vel í töskuna yfir og þú farið hvað sem er með þetta. Svo þetta er frábært fyrir að þú farið í bústaðinn og þú spila tónlist í bústaðnum eða þú ætlar að ferðast eitthvað staðar og þú farið á hótel eða þú farið í business og þú ætlar að hafa conference call og þú innbyggðum microphone inn í hátalarann. Svo að þannig erum við með vöru sem er einföld en allar mikla nýja víddir inn í fyrir spjaldtölvuna hér. Svo að fyrir end-userum, endanótanum, er það að það voru mjög einfalt vara. Þú opnar hana, setur hana á borð og ýtir á play. Nú er sýnist mér nú það er munur á þessari vöru hérna sem þú byrjaðir á og þessi sem þú varst að lýsa hérna. Það er orðið svona út og komin hann í alveg algjört high-tech. Ég er ekki að segja að þetta sé low-tech, en er þetta framtíðin? Er svona byggja meira á þetta? Já, þetta er svona strategískt gert hjá okkur. Er það að við byrjum fyrirtæki, þá að byrja fyrirtæki vildum við byrja á eitthvað sem var einfalt. Eitthvað sem við gæti komið að markast nokkuð örugglega nokkuð snemma. Svo við gætum fengið einhverja tekjur inn. Því meira reynsla sem kemur í fyrirtæki, því meira sterkara fyrirtæki verður, því meira getum við gert. Það er ekki eins og þessi skortur hugmyndum, það er ofgnótt af hugmyndum. Þegar maður halda aftur að segja í sem séð innovation. Svo að núna erum við að sjá það að við getum farið aðeins dýpra í vöruþróun og farið í flóknir hluti. Og samkvæmur er án efa kannski flóknasti hlutur sem við erum að gera í dag.
Ég veit líka að þið hafi verið að þróa ykkur yfir í svona kannski þetta gæðin eru svona grunntónn í því sem mér heyrist þú vera að gera. Í kringum spjaldtölunar þau eru líka verið að þróa með hönnuðum við að laga kannski svona traditional, hefðbundin vara en kannski með annarri hugmyndafræði. Já, við höfum unnið með hönnuð í Bandaríkjunum sem heitir Amber Lou. Hún er í Boston og það sem við sáum inn á markaðnum er að það er markaðurinn fyrir snjalltæki er fullur af töskum, alls konar töskum. Töskum sem eru, svona megin hlutin af þeim er svona það sem við kallum entry level, mjög ódýrt, svona basic, fyrir svartar eða brúnt eða blátt, framleitt af mönnum fyrir menn. Það sem við sáum var tækifæri voru það að vinna með kvenkyns hönnuði, að þróa vöru sem var gert eingöngu eða meira svona fókusa á konur. Þegar konur og hugsa það að konur eru með dagstæðlega að ganga með mjög dýra töskur með sér, allvanlega, og þeir hafa mikla skoðun á öllum þeim hlutum sem þeir að taka með sér. Svo við sáum fram á það í þessum markaði að það var skortur á gæðum, bæði gæðum upp og efnislegu gæðum, þessi að leðrið og innra materjalið, pluss að það vantaði gæði kannski eins og tískuna, fylgja litum, fylgja efnisvaldi og svo framvegis, var svona skortur á þeim markaði. Þú hefur markaðin sem ég var að lýsa áðan sem var svona entry level sem var ódýr markaðir hérna niðri, svo hafðir þér háenda markaðin sem kannski Prada og Louis Vuitton voru á og þeir voru með svona mestur leyti svona non-functional markaðir, það sé að markaðir sem þeir eru nota hágæða leður en þeir eru mestur svona slíður fyrir spjaldtöluna, setja upp spjaldtöluna svo þú notar ekki vöruna sem hluti af spjaldtölunni og það sem við sáum fram að vera kannski þessum mitt á milli bjóð upp á hágæða leður og eins og við erum notað þessi japanskt microfiber efni innan töskunnar en samt bjóða upp á þessi ergonomics þessi svona notendur viðmót sem þú myndir fá mennilega í töskum sem þú kannski í lægri klassa og við tókum þann fókus og við gerðum svona meira fyrir það. Við byggðum eins og þessa tösku hér í Amber Lou. Eins og ég sér hérna þá er það svo kallað high grain leather, japanskt microfiber innan, fallið decoration. Fyrir það að þá gerum við verkum að verðum við byggðan hins af bakinu sem algjörlega flatt. Gera þeir leyfi til að taka töskuna, að taka spjaldtöluna og hafa spjaldtölunni í hvaða angli sem og hann heldur spjaldtölunni í þeim angli sem þú ert að vinna á og það skiptir ekki máli hvað það er. Þess að skrifa eitthvað eða hvað sem Svo þessi taska sem við segjum, típisk frá okkur. Vara sem nota hágæða materjál eru með svona eitthvað snjall lausn í notaviðbótunum sem gerir hana einstaka á markaðnum og fyrir þetta þá horfum við líka til þess í pakningarnar. Þá pakningin gerð þannig að varan situr sem slíkt eins og þessi í húðinni og hún sér vörunni mjög vel. En þegar þú kaupir, þá fyrir lokað, tekur bakið hérna og flippa þig yfir og verður svona gjafabox. Svo að allt sem við gerum er unnið að þessum þennan máta. Við reynum að hugsa markaðshópinn, við hugsum gæðin, við hugsum að það sé eitthvað sem stendur út úr kannski markaðnum í kannski svona í viðmót, function,
það sé eitthvað sem að ef við förum að fundi og erum með góða sögu sem við segjum við vöruna. Af hverju kúnn ætti að kaupa þessa vörur fremur næstu vörun en hliðina. Hérna svona undir lokin, þú nefndir nokkra svona reynslupunkta akkurat undir lokin. Einhver svona skilaboð til unga frumkvöðla fyrstu skrefin? Góð spurning. Fyrstu skrefin, já, hérna ég vil bara taka fyrstu skrefin. Það sé að þessi lykilatriði. Það að byrja einhvers staðar. Og þetta alltaf eins og með alla frumkvöðla að það sko, þú svarar til einnar manneskju, það til sjálfsins. Og þessi vegur sem framundan að þú tekur vöru og fer eins og frumkvöðlastarfsemi, þú mun spyrja hana 100 skipti á leiðinni, var þetta þessi virði, þetta þessi virði, en þetta svona maraþon. Þetta svona bara vegur sem við framundan hér, svona langt maraþon og þetta bara endurance að halda áfram, halda á brautinni, halda áfram að prófa, gera það sem þú áætlar að gera upphafi, vera sannur sjálfur þér og það verða alltaf ups and downs og þú bara tilbúin að taka á móti því. Ef þú tilbúin að taka þessa baráttu og gera grein fyrir hvað svona maraþonhlaup muni verða, þá áttu tilbúin að taka fyrsta skref. Aðeins enn frekar undir lokin. Við hittumst hérna fyrst hérna fyrir daginn, þá var svona frí hérna, kínverska nýár að gangi í garð og þú sagðist ætla að nýta þann frítíma í að uppfæra þína viðskiptaáætlun. Sumir hefðu nú haldið að maður gerði viðskiptaáætlun bara til þess að byrja með og síðan væri þetta bara plagg sem væri niður í skúffu. En ég upplifði eitthvað öðruvísi hjá þér. Já, ég meina, viðskiptaáætlun náttúrulega plagg. Þetta svona hugmyndafræði sem hún setur á þeim tímapunkti í að sér heiminn framundan. Og þú ert að ferða áfram á leiðinni í þá átt sem þú ert að breytast 100 hluti og þú þarft að það lykilatriðið ef þú þarft að adapta sjálfa því að þeim hlutum sem gerist á veginn. Það þýðir ekki bara að vera sko með blindfolded og halda ótrúður áfram. Svo að mér finnst kannski alltaf gott öðru hvoru að stíga tilbaka, að uppfæra viðskiptaáætlun, að sjá hvað ég staddur, hvað ég vil vera, hvað tækifærin, hvað ógnarnar. En aftur á móti get ég líka sagt, það þýðir ekki að gera mánaðarlega. Þá það að missa kannski svona, það svona bil beggja. Maður þarf að uppfæra það, halda því við, endurskoða, en samt sem á ekki vera sko, eins og ég segja, að hlaupa í allar áttir. Þú verður að hafa stöðuleikan í að þú veist hvert að fara, en saman tíma að geta breytt með þessu stefnu. Pétur, takk kærlega fyrir hérna rannsóknarpunktana og það verður örugglega sumum frumkvöðlum hvatning.